Já, góðan daginn og verið velkomin í Akranesvöllina á leik Kára og Hauka í annar deild karla. Gríðarlega mikilvægur leikur fyrir Káramenn þar sem að, já, þeir eru rétt fyrir ofan fallsæti og áttu góðan sigur í síðasta leik á móti Víkingi Ólafsvík úti. Káramenn þurfa að minnsta kosti stig hér í dag eða góð úrslit úr öðrum leikjum. En við erum með tvo menn hérna niður á velli sem ætla að fara yfir stöðuna í dag. Það eru margir leikir. Sendi boltan yfir á Örn og Hilmar. Takk fyrir það, Auðun Ingi, og aftur velkomin að skjánum, Hilmar Halldórs. Þetta er risa fótboltadagur á Íslandi í dag. Þetta er svona, já, hvað maður að segja, þetta gerist einu svona ári. Já, þetta er náttúrulega eiginlega sá stærsti dagurinn í dag og það er mikið af leikjum í dag í Íslandi bæði og í ensku deildinni og það eru gríðarlega margir leikir sem að skipta máli í íslenska boltanum. Það er einmitt kannski það sem er kannski ólíkt núna í ár heldur en kannski undanfarin ára. Það eru svo margir leikir í lengjudeildinni, í annar deildinni, kannski minna í þriðju deildinni, en það er svo margir leikir sem skipta gríðarlega miklu máli. Já, og það séu svona margir leikir sem að skipta máli setur þennan dag bara í alvöru spennu og það verður fylgst með á öllum stöðum. Já, það er eins og í lengjudeildinni er náttúrulega kannski mesta spennan, þar eru toppliðin 2 að mætast, Njarðvík býður á hliðarlínunni, vonast eftir jafntefli, skilurðu hvaða lið fer beint upp, hvaða lið komast í play-offs, hvaða lið er að falla. Það er rauninni eitt lið fallið úr lengjudeildinu þetta sem verður þá vonandi með Kára í annarri deilda næsta ári. Það eru Fjölnir. Það eru Fjölnir og svo er það Selfoss, Leiknir, Grindavík og ég man ekki fjórða en það Fylkir. Fylkir, já. Þetta er allt svona risastór lið sem er búin að vera í úrvalsdeildinni bara stuttu síðan. Þetta er galið, sko. Þetta er ótrúlegt og það verður gríðarlega spennandi að fylgjast með þessu í dag. Já. En auðvitað aðalmáli hjá okkur er önnudeildin og Kári og tímabili hjá Kára kannski hefur haft svona hæðir og lægðir. Við munum eftir frábær árangur í bikarkeppninni en tímabili byrjaði, það var bjartsýni en tímabili byrjaði illa í annarri deildinni. Búin að vera svona við botninn og í fallsæti stóran hluta sumrinu. Hversu mikilvæg var þessi útisigur móti Víkingi Ólafsvík í síðustu umferð? Bara gríðarlega mikilvægur. Ef við höfum ekki unnið þann leik þá værum við í slæmum málum í dag og Káramenn var náttúrulega spáð bara toppsætunum í þessari deild fyrir tímabilið en Káramenn náðu einhvern veginn ekki alvöru momentum yfir tímabilið fyrir utan í bikarnum og að séu núna geti bjargað sér í síðasta leik er bara geggjað og vonandi gera það hér í dag. Já, og það er náttúrulega svo áhorfendur séu bara meðvitaðir það að sko þeir eru núna í 10. sæti fyrir ofan fallsvæðið og eru fyrir ofan víðið sem að geta náðu. Mínir menn í Hetti eru fallnir. Já, því miður. Því miður auðvitað, já, tek undir það, en það eru víðismenn sem að geta náð Kára ef að Kári tapar stigum hér í dag og Víðir vinnur Ægi. En Ægir, við skulum ekki gleyma því að það er leikur sem að skiptir auðvitað Ægi mjög miklu máli. Þeir sitja í öðru sæti á eftir Þrótti Vogum 1 stigi og Grótta einnig með 41 stig í 3. sæti. Þessi 3 lið er að berjast þessi 2 sæti í lengjudeildinni. Þannig að Ægismenn eru ekki svona árennilegir mótherjar fyrir víðismenn sem að virkilega þurfa sigur í dag. Nei, víðismenn væru til í meiri kósi leik en þetta, það er bara þannig, en það er gott fyrir Kára að víðismenn fá alvöru leik í dag. En það breytir því ekki að Káramenn hljóta að nálgast leikinn hérna í dag gegn Haukum sem að eru ekki að keppa neinu, þeir eru ekki hætt á falli, ekki séns að fara upp. En hversu erfitt og ætli sé erfitt fyrir Káramenn að mótivera sig inn í þennan leik, vitandi að þeir gætu jafnvel mátt tapa leiknum, skilurðu, eða erum við ekki bara að fara að sjá Káramenn bara mæta og ætla sér að vinna þennan leik og þurfa ekki að hafa ágjörn einu? Jú, það er eina sem þeir þurfa að hugsa það er bara fókus á sjálfu sig og reyna að vinna sinn leik, þá er þeir safe, þannig að þeir hljóta að gera það hér í dag. Já, herðu, Hilmar, þú ætlar að lýsa þessum leik með Auðun Inga sem við heyrðum í áðan og við kannski förum að gefa bara boltann aftur upp á Auðun Inga sem er væntanlega klár með byrjunarliðin. Yfir til þín, Auðun Ingi. Já, takk fyrir það. Við ætlum að fara hérna yfir byrjunarliðin í þessum leik. Byrjum bara á liði gestana. Í markinu hjá Haukamönnum í dag er Sveinn Óli Guðnason. Aðri leikmenn eru svo nr. 4 Fannar Óli Friðleifsson, nr. 7 Haukur Darri Pálsson og nr. 9 er Káramaðurinn, Skagamaðurinn Sigur Hrannar Þorsteinsson sem að skipti yfir á miðju tímabili. Svo koma nr. 10 Daði Snær Ingarsson, 15 Andri Steinn Ingvarsson, nr. 17 Tómas Alli Björgvinsson, 18 Ólafur Steinar Guðmundsson, 21 Daniel Smári Sigursson, nr. 25 Hallur Húni Þorsteinsson og nr. 99 Ólafur Þorkelsson. Á varamannabekknum hjá Haukum í dag er varamarkmaður Ísak Freyr Jóhannsson, svo koma Ævar Daði Segata, Ísak Jónsson,
Guðjón Pétur Lýðsson sem líklegast að spila sinn síðasta leik í knattspyrnu. Svo koma Alexander Árni Alves Danielsson, Baltasar Trausti Ingvarsson og Arnar Bjarkur Björgvinsson. Þjálfarinn einnig að stjórna sínum síðasta leik í dag, Ian Daði Jeffs, hann yfirgefur Hauka eftir þennan leik. Svo honum til aðstofari Dusan Ivkovic og Stefán Logi Magnússon. En byrjunarliði Káramanna í dag, það sjálfsögðu í markinu Kristján Hjörvar Sigurkarlsson. Svo koma nr. 2 Benjamin Mehits, nr. 4 Tómas Týr Tómasson, nr. 5 Gísli Fannar Ottesen, nr. 7 Marno Hilmar Áskísson, nr. 8 á fyrirliði í dag Sigurjón Logi Bergþórsson, nr. 15 Martin Theodorsson, nr. 23 Óskar Vasilevski, nr. 33 Finnbogi Lagstall Aðalgeirsson sem að spilaði tvö síðustu tímabil með Haukum, og svo koma Matthías Daði Gunnarsson og Börkur Bernhard Sigmundsson. Á bekknum með Káramönnum í dag, engin varamarkmaður skráður en Mikael Hrafn Helgason, Axel Freyr Ívarsson, Jón Þór Finnbogason, Benedikt Ísar Björgvinsson, Birkir Hrafn Samúlsson, Kristján Mar Marnsson og Þór Lorentz Þórðarsson. Þjálfara þríeiki, það verður bráðum ekki þríeiki. Okkar heimildamenn segja síðastu leikur hjá Alexander Aron Davorsinni. Já, menn að tala það er ekkert staðfest held ég, en þetta gæti verið hans síðastu leikur fyrir Káramenn. Já, en Andri Júliusson og Arnór Björnsson voru vonandi bara að halda áfram sinni vegferð. Þetta liðin í dag. Dómararnir í dag, það eru Hreinn Magnússon, honum til aðstofar Milan Djurovic og Tryggvi Elias Hermannsson. Við verðum svo með einhverja grafík hérna sem að sýnir stöðu leikja á meðan þeir eru í gangi. Svo reynum að fylgjast sem best með því. Sjáum að fyrirverandi leikmaður Kára mættur í stúkuna, Aron Ingi Kristinsson. Já. Hann á 2 tímabil fyrir Káramenn held ég, en meiðslin voru að stríta honum mikið á hans ferli. Því miður. Efnilegur var hann. Já. Eins og segja, það eru margir leikir í dag. Gríðarlega mikilvægt fyrir Káramenn að halda sér í þessa deild. Já, það er gríðarlega mikilvægt. Varstu búinn að fara yfir svona sögu þessara liða? Já, við höfum eftir að fara yfir það. Káramenn, Kári og Haukar hafa mæst alls 7 sinnum í keppnisleik. Deildarkeppni. Já, keppnisleikum. Káramenn hefur ekki gott gengi á móti Haukamönnum. Kári hefur einungis unnið á 2 svar, einu sem var jafntefli og Haukar sigrað á 4 sinnum. Kári hefur aldrei unnið Hauka hérna í Akranesvellinum. Já, það er alveg staðreynd. Það er ágætis brekka sem að þarf að sigrast á í dag. Já. En þetta er alltaf verið skemmtilega leikir, marga leikir. Það er að meðaltali 5 mörk í leik þegar þessi lið mætast. Þannig að það hefur verið vonandi ágætis. Þessi lið voru saman í annar deildinni 2021 og þá unnu Haukarnir 3-1 hér í höllinni. Og Káramenn unnu á Ásvöllum hana 3-2 og Marino Hilmar skoraði í báðum þessum leikjum, og hann er að byrja í dag. Já. Er það ekki rétt? Jú, sjálfsögðu. Þannig að hann kann að skora á móti Haukunum. Hann kann að skora mörkin í mikilvægum leikum líka. Við erum bara að bíða eftir að leikurinn fara að hefjast. Það er svona byrja að tíjast inn í höllina. Við erum kannski bara að nýta tímann á meðan við erum að bíða, þá kannski bara að segja hérna að þakki fyrir stuðningin í síðustu útsendingu hjá Kára í þessum styrtaleik fyrir Rakelum. Það gekk gríðarlega vel, vonum framar. Bara takk kærlega fyrir að taka þátt í því. Það safnaðist vel þar, frábært. Já, hér sjáum við grafíkina sem eru leiki dagsins í þessari annar deild. Það er 1 leikur sem að byrja kl. 3. Sá leikur skiptir í rauninni ekki miklu máli
þar sem að Höttur Huginn eru fallnir og Kormákur Hvöt kemst ekkert ofar í deildinni, en það er vantilega senkaður leikur vegna ferðalaga. Austur, það tekur sinn tíma. Já. En síðasta leikur á Káramönnum, hann var býsna góður. Káramenn unnu 4-2 útisigur á móti vinum okkar í Víking Ólafsvík, þar sem að Sigurjón Logi, Matthías Daði og Mikael Hrafn og Þór Lorentz skoruðu mörkin. Já, Mikael og Þór Lorentz kom inn á 85. og kláruðu þennan leik fyrir Káramenn. Já, sem að breyti svolítið stöðun í töflunni fyrir þá. Já. Annars væru þeir fyrir neðan Víðir. Já. Þetta var rosalega mikilvægt. En Sigur Hrannar náttúrulega framherji hjá Haukamanna og hann með 8 mörk í þessari deild. Eitthvað fyrir Káramenn. Já, eitthvað fyrir Káramenn. Ég held hann sé að reyna að berjast jafnvel bronsskóinn eða kannski hann ekki nálægt í. Hann var eitthvað að tala um daginn. Já, hann þarf að skora svolítið mörk í dag til að allavega 4. Já, hér sjáum við leikmenn labbinn á vellinn ásamt dómurum. Já, vonandi sjáum við bara hérna Káramenn byrja þetta kraftið þegar að vera að byrja leikina sína illa. Já. Sérstaklega í höllinni. Mikið lent undir. Þeir eru með versta heimavalla árangur í deildinni. Já. Sem er gríðarlega óvanlegt. Já. Fyrir Káramenn. Þeir eru einungis unnið 3 leiki og tapa 7 og fengið á sig allmörg mörg. Skora bara 16 í höllinni. Já. En ég er bjartsýnn fyrir þennan leik. Já, gríðarlega bjartsýnn. Það verður að vera það. Já, já. Það er ágætis mætingin í höllina. Já, já. Það verður bara að segjast. Þannig Heimisson var ekki mættur á sinn stað. Nei. En hann hlýtur að koma. Andri Freyr Eggertsson mættur. Já. Sjálfsögðu Fylkir Jóhannsson. Fylkir mættur? Já, já. Það er gaman að sjá hann. Fylkir er nú einn að leikjaðustu leikmennum Kára eða hvað? Hann er í 9. sæti ef leikjaðustu leikmenn Kára. Þannig að setja smá virðingu á hann. Skotnir farnar á hilluna hjá honum því miður, allt of snemma. Fylkir var í þessari svona fölsku nýju rullu hjá Káramönnum. Já, og á vítunum þótt hann klúraði þeim líka. Hann var mikið að klúðra til að fylgja. Já. Til að gefa markmönnum smá sjálfstraust. En ég ætla að spá þessum leik 4-3 Kári. Já, þú ætlar að gera það. Já. Ég ætla að... Ég veit ekki. Sigur Hrannar er alltaf að fara að skora, Marri er alltaf að fara að skora, Þór Lorentz skorar á bekknum. Já. Og Mikael Hrafn skorar á bekknum. Veistu það, við ætla bara að vera sammála þér. Það ekki? 7 marka leikur. 7 marka leikur. Biðum ekki með meira. En jæja, þá er allir klárir held ég, eða hvað, það er eitthvað... Stjáni með eitthvað vesen annað í markinu. Stjáni... Hvað er verið að bíða eftir? Það verið að ná í eitthvað inn í klefa allavega. Það er kannski legglífar eða eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig reglan er á því í dag. Já, það er eitthvað dómarinn ekki
Þetta er eitthvað sokkavesen. Já, við sjáum að Haukamenn í hvítum sokkum. Já, það má ekki vera í... Kristján Hjörvar var í öllu hvítu eins og vanlega. En það má ekki skarast. Svo dómarinn sjáu nú betur hver á hlut. Já, testa þetta eitthvað aðeins. Kristján Hjörvar sokkavesen hérna. Svo eru leikir í enska boltanum líka klukkan 2. Hellingaleikjum. Já. Arsenal búin að tilla sér á toppinn eftir góðan sigur á móti Forest 3-0. Já, í bili. Þar sem að Viktor Gyökeres skoraði og Subimendi skoraði 2. Preston Íslendingarliðið gerði 2-2 jafntefli við Middlesbrough á heimavelli í hádeginu þar sem að Stefán Teitur fekk 0 mínútur. 0 mínútur, það er nú óvanlegt. Já. Það er eitthvað að vera að hvíla gallinn. Hvíla hann eftir landsleikina þó hann hafi ekki. Jú, hann byrjaði á móti Aser og... Já, kominn á. Já. Þetta er bara rotation. Sjáum Albert Hafsteins sem mættur. Nei, þetta er ekki Albert Hafsteins. Nei. En maður býst nú við honum hérna í stúkunni. Voðalega tíma tekur að skipta sokka hjá drengnum. Alvöru veitingar í boði þannig að sjoppunni. Óli Sæf á pósanum. Já. Jæja, kominn í svörtu sokkana. Já, þetta er ákveðið lúk. Hann ætlaði í rauða en fílaði ekki lúkið held ég. Það verður að lúka hjá honum Stjána. Já, það er mikilvægt. Jæja, þá getur við loksins að fara að byrja hann að leik. 3 mínútum eftir áallun. Finnbogi Laxdal er náttúrulega að spila á móti sínum gömlu félögum líka. Já, búinn að koma inn á það. Já, búinn að koma inn á það. Jæja, þá er leikurinn hafinn loksins. Óskar. Hann langaði hann út af. Þetta er í tísku í dag að byrja að sparka út af og pressa. PSG gerir þetta mikið. Arsenal líka. Það verður gaman að sjá baráttuna á milli félagana Sigur Hrannar og Óskar Vasilevski. Já, það verður eiginlega barátta dagsins. Ég held það. Óskar finnur Tómas. Tómas reynir að finna Matta en gengur ekki. Það koma Haukarnir. Fannar. Daði setur hann út. Daði er með gæði. Og Óliver með boltan fyrir. Finnbogi skallar því burtu. Það er Mattias. Tómas niður á Gísla. Gísli finnur ekki Sigurjón sem er að spila frammi, virðist vera. Já, Sigurjón er frammi. Börkur á hægri. Harno virðist vera svona, já, framleikindi miðmaður hérna einhvers staðar. Tíunni. Já. Við séum hann færast neðar og neðar í skarliðin, var alltaf bara frammi. Markahæsti leikmaður eða ekki, eða hvað? Hver, Sigurjón í fyrra? Nei, er Marlon Hilmar ekki markahæsti leikmaður Káramanna? Í ár? Upphæði? Já, frá upphæði, neða Andri Júli frá upphæði. Það ekki. En í ár er það Matti með 6. Við sjáum oft þess að eldri leikmenn færast aftar þegar það er tími fyrir að klukka á. Marlon Hilmar að vera 30. 30 þessu ári. Í nóvember. Kristján. Hvað gerir Kristján? Skrítinsending. Finnbogi nær ekki boltanum. Tómas með innkastið. Tómas kemst inn í boltan. Marno niður á Benna. Kristján. Káramann heldur boltanum.
Kemur Óskar, setur hann langan í gegn. Sigurjón Logi, ekki rángstæður. Alls ekki, hann heiti í gegn. Sigurjón Logi nær boltanum en engin með honum. Það er engin með honum hann að gera þetta ágætlega. Góð sending. Benni setur bara niður á Kristján. Tómas með slaka sendingu. Þetta var eins og rángstæða. Já. Dæmir ekki. Nei, einhver heldur áfram. Oliver. Reynir að fara fram hjá Tómasi, en gengur ekki. Gísli. Finnbogi stekkur hátt hana. Halda Hauka menn boltanum. Það er engin fyrirliði skráður á skýrslu á Haugum, eða hvað? Nei, en það er 21. Daniel Smári Sigursson. Gísli ekki eftir nýta. Sjáum að það er aðeins fólk frá Haugum mættina, hægra megin með okkur. Já. Óskar. Langa bolti gegn, Marno Hilmar eltir hann. Hann kemst inn í hann, en þetta er markspyrna. Já. Bolti hana. Við sjáum að þetta er greinlega það sem að er alltaf að reyna að ná stingaboltanum með í gegn. Já. Og koma Haukar. Ólfur. Benni kemst inn í þetta. Benni Megic, hann vill fá langar, Benni Megic. Setur út á Börk. Börkur næri svo ekki. Það er ekkert á þetta. Ekkert á þetta. Börkur Bernhard. Næri ekki að senda boltan út hana. Marno Hilmar pressa vel. Daniel setur hann, já, gerir vel hana. Skýtur í Börk. Innkasti beint á Óskar. Hann setur bara niður á Kristján. Kristján reynir að finna Marteinn. Framlengir á. Nei, rangur. Þetta er líklegast rétt hana. Sjáum þetta á kannski á öðru sjónarhorni. Hann er með aðra myndaðilegni í horninu. Já, þetta er rétt. Góð lína. Daniel reynir að finna Fannaren. Marteinn mistir hann. Tómas. Marteinn. Börkur með skringilega sendingu. Það er Halldór vinn í leik. Benni setur ný Óskar. Þetta gengur upp. Óskar með snertingu. Þetta er Kára menn eða ekki? Jú. Finnbogi. Marno nær ekki taka niður. Marno. Kemur Daði. Setur hann út. Fær hann aftur. Marteinn kemst ekki inn með hann, en ágætis hugmynd. Já. Kormann taka hann stutt. Hættulegt, en nei, gengur ekki. Haukur.
Pressa vel. Þannig að setja niður á Svein. Svein með langa bolta. Finnbogi á svona hálfvinnur hann. Óskar Marteinn. Finnbogi. Kárumenn spila vel. Sigurjón í kappið hana. Hann fellur við en Kárumenn eiga hann bolta. Fljótur hérna hann Hallur. Já. Sigurjón fær hornið. Já, flott hjá honum. Fyrsta hornið. Marteinn með boltan fyrir. Sveinn gerir burða bara. Verðist það að meitt sig eitthvað hana. Herru, þetta lít ekki. Æj. Úff. Oj. Puttin úr liðið eða? Eitthvað svoleiðis, já. Sjáum þetta. Já, Fylkismenn eru komnir yfir á móti ÍR-ingum. Já. Það var Eyþór Völler. Annars er 0-0 í öllum leikjum, höldum við. Gripi fengi boltan framan á puttan. Virðist vera. Æ. Já, leit ekki vel út hana en til læmaðan. Þetta, annars að setja hann aftur í. Já, þetta er... Új. Þetta er ekki fyrsta skiptið sem einhver fer úr lið hérna í höllinni í sumar. Hvernig var það síðast? Það var hérna móti KFS eða ekki, þegar hann fór úr... Var það í sumar? Var það ekki fyrir það? KFS? Það var ekki í... Það var í Lengjubíkarnum? Lengjubíkarnum, já. Kárumenn 7-0 eða eitthvað. Já. Verðist vera að fara úr axlalið eða eitthvað svoleiðis. Já, það var axlalið. Varamarkmaður náttúrulega hann byrjar að hitta hans upp. Hann hlýtur að þurfa að koma inn á hérna. Ég get ekki ímynda mér hann haldi áfram svona. Ísak Freyri Jóhannsson, fæddur 2007. Þetta yrði hans fyrsti leikur í meistaraflokk. Uppalinn hjá HK, eða var þar allavega í fjóraflokk. Færði þessu yfir í Haugana í öðrum. Já. Í öðrum, já. Öðru ári í Haug. Já, bara núna. Hann hefur verið að spila, já. Hann er að drepast í þessu. Já, trúi því, þetta getur ekki verið gott. Nei. Þetta er ekki gott fyrir aðra leikmenn að stoppa svona lengi. Nei. Kólna, það er alltaf á hreyfingu.
virðist samt vera teipan í gangi eða? Já, Ég held að hann reyna á þetta sko. það allavega 0-0 í öllum leikjum sem í gangi í ensku deildinni, en eins og þess að maður var Fylkismenn og komnir yfir á móti ÍR. Það þýðir í rauninni, það þýðir að ÍR-ingar eru ÍR-ingar eru tæpir að ná, það fyrir eftir því hvernig Keflavík hver? Fylkismenn bjarga sér frá falli. Addi Grétars var ekkert að fara að falla sko. Nei. Bournemouth komið yfir í ensku. Gegn Brighton. Alex Scott skoraði það mark. Já, hann ætlar að reyna á þetta markmaðurinn. Já. Það gott. Hvað var þetta löng pása? Þetta var okkur 6-7 mínútur hérna. Og leikurinn fór seinna á stað líka, þannig að Já, en samkvæmt heimildum engin mörk skorið í annað deildinni. Nei. Svona bestu við vitum. Já, þá var leikurinn farin í gang. Og koma Haukarnir. Bolti fram. Gísli niður á Kristján, erfiðbolti, en Kristján setur hann upp í. Það virðist vera eins og allur dómarinn sem kom í höllina sé ekki alveg með á hreinu þessa reglu þegar boltinn fer upp í. Þetta er svona matsatriði hjá hverjum einum. Benni gerir vel hana. Og kemur Daniel. Gerir þetta vel. Bolti fyrir. Finnbói skallarinn burtu hana. Börkur. Finnur Sigurjón. Hann eitt í gegn. Sigurjón Logi kom eitt í gegn. Marlon Hilmar með honum. Hvað gerir Sigurjón Logi? Sér Marlon Hilmar. Marlon Hilmar skallan! En hann verið þetta. Og með þessi aftur. Í puttanum. Já, hann er að... Þetta er... Frábær sending hjá Sigurjón Loga þannig. Það er ekki sending. Marri gerir allt rétt í rauninni. Já, bara mjög vel varið hjá Svein í markinu. Sveinn ætlar ekki að hætta. Nei. Það er lokað á í kvöld. Já, hann verður að klára þetta. Frábær bolti. Marlon og Hilmar elskar að skora mútið Haukum. Gefur boltið Marteinn með langa. Benni setur hann út. Mattias framleggir inn á Tómas Týr, hittir hann ekki. Markspyrna. Það kemur Daniel. Það er að finna Fannar. Benni truflar hann en boltinn dættur fyrir Oliver.
Hendi segjar. Ekkert spjald, nei. Fylkir komið í 2-0. Já, Fylkir komið í 2-0. Það var Orri Sveinn Segata sem skoraði markið. Ég held að bróður hans sé á bekknum hérna í dag hjá okkur, eða ekki? Jú. Hvað heitir hann? Aftur? Það er Ævar Daði. Ævar Daði. Þá er það bara, lítur þetta ekkert sérlega vel út fyrir Íringana. Nei, af því að Keflavík, ef þeir vinna sinn leik, þá fara þeir í rauninni upp fyrir íringarna á markatölu og fara þá í umspilið. Gísli kemur hann burtu. Tómas, þetta er rangstað. Já. Óskar að finna Marino Hilmar, gerir það. Marino á Marteinn, Marteinn fær hann framan í sig, hann er ekki að halda hann niðri. Misregnar hann. Hvað gerir Benni? Setur hann niður á Kristján. Gísli. Stjáni elskar að spila út markinu. Já. Góri. Tómas sér hlaupið, en Tómas gerir þetta vel. Marri tekur reboundið. Marteinn út á Matta, við hefum ekki séð mikið að Matta þarna í byrjun leiks. Mattías Daði kemur utan á. Hvað gerir Mattías? Setur hann út. Vel gert hjá honum. Finnbogi nær ekki boltanum hana. Sigurður Hrannar lítið sérst í dag. Já, hann er ekki að halda þessu minni. Kristján gerir vel. Skallar byrtu upp. Óskar, Tómas. Börkur, missir hann. Daði gerir vel. Frá Tómas. Kemur boltan fyrir. Benjamin Meits gerir vel hana. Óskar, Tómas Týr. Marino Hilmar setur út á Marteinn í gervigrasskónum. Marteinn er lojal á gervigrasskónum. Mattías, já, nær haldur minni, kemur hann á Marino Hilmar. Fær hann aftur. Vel spilað, en Daði gerir þetta vel hana. Og koma Haukar. Þú voru aðeins að fara svona fjör í leikinn, sko. Meira svona um upplöp, já. Haukur, slagt skot. Njarðvík komnir yfir á móti Grindavík, þá voru þeir efstir. Já, eins og staðan er núna. Það eru náttúrulega margir skagamenn í Grindavík. Já, Marino nær að framleggja vel. Hann ætlar að svípa þetta. Kemur út. Og hvað gerist þarna? Liggur ykkur hérna eftir. Sá nú ekki almennilega hvað gerist þarna. Eitthvað höfuðhögg á Tómas Atla. Káramenn eiga innkast. Búið, finnur Tómas. Tómas Týr fyrir skotið. Þetta er hátt yfir. Þór komnir yfir á móti Þrótturum.
Það var Sigfús Fannar Gunnarsson sem skoraði. Þá eru Þórsarar vantilega efstir. Þá eru Þórsarar efstir. HK konur yfir á móti Völsung. Þannig að þeir eru svona að tryggja sér playoffið þá ef þeir klára þann leik. Já. Það er að koma mörk í þetta. Marteinn Börkur skilur hann eftir fyrir Finnboga. Finnbogi lagst þarna. Finnbogi það er ekki að fara fram hjá Daniel hann að Daniel gerir vel. Tómas með langan yfir. Fyrir yfir alla. Oliver eldfljótur hana. Já, hann er fljótur maður. En Benni gerir þetta vel. Mattias finnur Sigurjón. Sigurjón já, næra skilin eftir fyrir Mattias. Og þá Sigurjón Logi. Þetta er alveg sprettur. Sigurjón Logi með mennin í boxinu. Marlon Hilmar. Nei! Sveinn vel aftur frá honum og hann hefur eitthvað neitt segja hana. Sjáum þetta aftur. Góð sókn. Vel gert hjá Sigurjón Loga. Marno aðeins og langt frá. Aðeins haldrandi Marno. Bolti fyrir yfir allan pakkan. Geðveikur bolti. Já. Langur bolti, Finnbogi gerir vel en Daði beint út á Hauk. Haukur í skotið, aftur framhjá. Við séum hérna já, Víðir og Ægir. Við erum komið með það útsendingu. Það er ennþá 0-0 í þeim leik. Sjáum að Ægismenn, markmaðurinn þar er eitthvað kvenka sér. Fylgjumst með því vel. Sigurjón Marno Hilmar er eitthvað tæpur hann inn á. Hann er haltandi. Verður þetta síðasta tímabili hans fyrir Kára? Nei, það held ég nú ekki. Boltinn gegn en Benni gerir vel hana. Marteinn, Tómas, Börkur. Geggja touch á honum. Reynir að setja hann í gegn hana en gengur ekki. Það er Haukur. Daði. Út á Oliver. Bolti fyrir. Finnbogi skallar hann frá. Bolti í leik. Haukur sendur hann aftur yfir. Sigurður Hrannar! Nei! Sigurður Hrannar Þorsteinsson. Hann fagnar ekki. Er að skora á móti Káramönnum. Og ég trúa þessu. Hann fagnar ekki. Frábær skalli hjá honum samt sem aður. Geðveikur skalli. Þetta er alveg sendira mark. Andri Júl ekki sóttur. Sjáum að hann Léli dekningarna inn í degi hjá Káramönnum. Hann svona staðsetur sig á milli Óskars og Benna hafsendana. Frábær bolti á Tómasi. Sigurður Hrannar er að skora á móti sínu gömlu félögum. Það þýðir að Káramenn eru komnir í fallsæti. Og það er nóg eftir á þessu. Eða ekki viss. Sko
Þeir eru á markatölu í fallsæti, já. Já, á markatölunni í fallsæti. Þeir eru með hræðilega markatölu. Markatalan er svo versta í deildinni með þetta í huginn. Hún er verst núna eftir að fengu þetta mark á sig. Já. Það er ekki gott. En Káramenn eru nú alltaf að fara að skora. Þeir fá alltaf á sig mark sko, og þá einhvern veginn fara þar að stað sem það gengur ekki sko. Það var fínt að fá þessi mark til að byrja leikinu. Já, það virðist vera svolítið þannig á Kármennum. Búin að vera betri í leiknum. Miklu betri. Börgur. Marteinn tekur hann niður. Marteinn verið í smá brasi. Já. Kemur Tómas aftur bolti fyrir. Benni gerir vel þar. Daði tekur nær ekki halda honum. Daði með körfubolta harband. Áhugavert. Já. Börgur finnur Tómas. Setur hann út á Gísla. Gísli Fannar, hvað ætlar hann að gera? Marno Hilmar. Hann er lagstur. Þór Lorentz er að hlaupa að bekknum. Spurning hvað syns Matthías Daði fara inn á miðjuna svona fyrir aftur Sigurjón Loga og Þór fari út vinstri. Ég er búinn að óska eftir að fá Þór á hægri kantinn í allt sumar, það hefur ekki komið. Ég er nokkuð viss að Þór Lorentz skipti bara sjálfur. Já. Það væri honum líkt, enda þú veist, fá hann á hægri, köttinn á vinstri, skilurðu. Það er svona mín maður er nú ekki ánægður svona skiljanlega. Þór Lorentz á alltaf að vera að byrja í þessu liði að mínu. Hann er búinn að vera að glíma við meiðsli og veikindi svolítið í sumar, það er ekki gott. Nei. Hann er utan betur leikmönnum í þessu liði. Það er margt í gangi í lengjunni núna. Já. Sjáum að Njarðvík er komið í 2-0 á móti Skagalínu Grindavík. Selfoss eru komnir yfir það þegar Grindavík er í fallsæti. Og Keflavík missir af playoff sæti. Já. Einnig, við höfum búin að fara yfir hitt. Íringar minnka munur á móti Fylkismönnum. Já. Sjáum. Ég held að Selfossingar skoruðu úr... Nei, Keflavík er búið að jafna. Strax. Það var Jón Daði Böðvarsson að sjálfsögðu sem skoraði á víti og það var Eiður Orri sem að jafnaði. Þannig að þeir eru ekki í fallsæti út vegna markatölu þá. Þeir eru að halda þessu uppi á markatölu. Grindavík er ennþá í fallsæti. Aftur er verið að Keflavík sé búið að jafna. Aftur er verið að vola og markmaður að fá aðhlýningu. Það þarf nú bara að skipta hann út af held ég. Þetta gengur ekki svona allan daginn. Þór Lorentz að reyma skóna sína. Ja. Leikurinn komin í gang. Káramenn eins og staðan er akkurat núna í fallsætinu. Sigurjón Logi. Marteinn. Reyna að finna Þór. Þór Lorentz. Bolta fyrir. Hallur gerir þetta vel. Þór vinnur hann aftur. Þór strax farin að láta til sín taka hana. Kristján á Óskar. Káramenn halda boltanum aðeins núna, eru rólegir. Og svo kemur eitt langur. Ekki góður. Drífur ekki. Tómas kemst inn í hann en bolti þetta fyrir Óskar. Það var að Finnbogi.
Tómas. Þór biður hann en Tómas erfið sending, reyna að finna Finnboga í svæði. Daniel. Ef við skoðum aðeins lengjuna þá Þróttur, Þór og Njarðvík að berjast þetta fyrsta sæti sem að fer beint upp. Þróttur var síðast í efstu deild 2016, Þórsararnir voru 2014 og Njarðvík hefur aldrei verið þar. Nei. Þannig að eins og staðan núna eru Þórsarar að fara upp. Brota Þór og slæðir eitthvað frá sér hana. Þór skiptir yfir. Tómas kemst inn í hann. Haukur og Börkur á Finnboga. Finnboga Læksdal. Setur boltan fyrir. Boltið þetta fyrir Marteinn. Hann bara með vinstri löpp. Tómas. Kárum mjög framalega hérna. Haukar eiginlega bara búin að fá 1 færi og nýta það. Já. Við erum með 2 góð færi, eða allavega Skattin Amarra og skot, já. Já, og skotið var alvöru færi. Kristján. Tækir hana. Sigurður Hrannar komst næst inn í þetta. Þá Haukur Lúkasson var komið yfir á móti Úlfunum í ensku deildinni. Það var nýjum maður Nick Voltemat sem skoraði það. Voltemat maður. 90 milljónir var það ekki? Ekki alveg held ég. Já, ok. 70 kannski. Kemur Tómas. Já, 70. Bolti fyrir. Daði. Hvað ætlar hann að gera? Bolti fyrir. Finnbogi. Skallar hann ekki langt í burtu. Ólafur út af Tómas. Tómas út af Finnboga. Finnbogi gerir vel. Ólafur með bolti fyrir út af hana. En þá 0-0 í Víðir Ægi. Ekkert að frétta það. Við erum með það hérna live hjá okkur, þannig að við látum ykkur vita leið og gerist eitthvað þar. Það bara komið 1 mark í aðra deildina sem við vitum. Sem við vitum, það verðist verið að oft erfitt að fá upplýsingar í þessum leikjum. Þannig ég trúi því nú ekki, það hljóta að vera komið fleiri einhvers staðar. Óskar. Tómas. Mattias snýsir í hringi bara hana. Tæpur með þessa bolta en gerir þetta ábyggilega. Kristján. Benni. Gísli. Sigur hann þó á Marteinn. Enginn hana. Sveinn. Óskar vinnur hennan. Rangstæða. Það er Þór. Gerir þetta vel. Marteinn. Hvað ætlar Marteinn að gera? Setja hann inn í með hægri. Daniel skallar hann í burtu en boltinn þetta fyrir Mattias Daða
Mattias í skot. Og það er hornspyrna önnur hornspyrnan hjá Káramanum. Fínasta sókn þarna. Marteinn búinn að vera með fínar hornspyrnur. Já, það bara ráðast á þetta. Koma aðeins utan núna. Kemur hornið. Fýtt bolti. Svenni með skallar hann framjá. Káramenn eru náttúrulega ekki með góðan heimaáttarárangur. Það eru slæma fréttir. Víðismenn komnir yfir á móti Ægi. Við sjáum markið hérna. Á ég að trúa þessu. Víðir eru komnir yfir á móti Ægi. Þetta er ekki gott fyrir Káramenn. Káramenn verða að vinna núna. Eins og staðin núna. Og verða þeir að sækja sigur hér. Þannig að svo fara þeir aftur niður í þriðju deild. Ef þeir vinna leikinn sinn, þá eru þeir safe. Já. Jafntefli dugar ekki. Jafntefli dugar ekki. Það er bara að sækja sigur. Marteinn pressa á Svein. Gísli vinnur boltan annað en bolti þetta fyrir Haukana. Víðismenn hafa einungis tapað bara 3 á heimavelli. Það eru 6 jafntefli, 2 sigrar. Þannig að þeir eru erfiðir hana. Já. Og kemur Benjamin Mehic. Hann sé hlaupið, eða hvað? Sigurjón Logi og Börkur sækja þeim hana. Börkur! Sveinn. What? Þú voru á nálægt þessu maður. Sveinn tæpur hana í markinu. Ég held að vera með. Þetta er brot. Já. Káramenn er að flýta sér svolítið mikið núna. Sjáum þetta færi Börkur. Góð pressa. Sveinn, ég veit ekki alveg hvað hann er að... Er þetta ekki bara dauða færi eða? Dauða færi. Finnbogi. Óskar. Kristján. Óskar gerir ekki vel hana. Sigur Hrannar. Hvað? Misreiknaði þetta eitthvað þarna? Það er nóg eftir þessum fyrri hálfleik. Það eru komin 40 á klukkuna en það eru alveg allavega 6 mínútur upp á tíma myndi ég halda. Háka kom í 2-0 á móti Völsung. Völurarnir bara að sigla ligna sjóum með að deild. Já, þeir eru bara flottir. Ná markmiðin sínu, það var að halda sér í deildinni held ég. Já, betur en það. Já. Hlir upp í Kármann eiga þennan. Óskar er að leita hlaupinu. Finnur Börk en Daniel gerir þetta vel. Stíga vel upp á þá. Varnarmenn Hauka. Boltir dettur einhvern veginn inn á Hauk. Haukur er Oliver. Finnur Oliver. Tómas gerir vel. Daði. Wow. Daði er uppalinn í Haukum. Á marga leiki fyrir Hauka. 98 mótil og 175 leiki og 48 mörg. Það er glögg sending hjá Gísla út í teginn. Já. Hvað segir þú? Ég segi Daði, hann á gott rekord, 175 leikir, 48 mörg. Já, virðist vera bara miðjumaður, þannig að það er býsna gott. Já, hann var kantar líka þegar hann var yngri. Já. Hann á 3 leiki fyrir U17. Já. Lítir hreyfing á
liði Kármanna núna. Þetta er svolítið flatt. Matti snýr hana vel. Gerir skemmtilega. Sigurjón finnur Martin. Ótrúlega vel gert. Martin finnur ekki Þór, lög sending. Benni Gísli með þunga snertingu en gerir vel. Hvað er enda boltinn? Er þetta hot? Nei, markspyrna. Sigurjón með sér boltan hana. Káramenn búin að vera slagir núna síðustu mínútur. Þeir eru að fá fullt af svona sénsum, þeir eru bara ekki að nýta það nógu vel. Benni skallar í burtu. Finnbúi finnur Matta. Matti nær ekki taka niður. Þeir eru ekki að ná að vinna þessa seinni bolta á miðjunni. Nei. Gestirnir halda vel í boltan en það eiginlega búin að vera með yfirhönd síðan þeir skoruðu markið. Já, það slökkti svolítið í Káramönnum. Njarðvík komnir í 3-0 móti Grindavík. Það er bara herðu, Selfoss er í fallsæti með þessu jafntefli hjá þeim. Sóknana, Benni gerir vel. Selfoss verður að vinna. Góð bolti á Sveini hana, menn aðeins að gleyma sér í vörninni. Benni með mikilvæga hreinsun hana. Sjá, við erum komin á síðustu mínútu í venjulegum leiktíma en það var töluvert töf hérna vegna meiðsl. Sveinis markmaður að hauka, bolti fyrir. Marteinn kallar hann í horn hinum megin. Þannig að það eru allavega 5-6 mínútur upp á tíma í þessum fyrirháleik. Það var ljótt að fá sig annað núna fyrir hálfleikinn. Já. Kemur hornið. Benni reisir hann. Bolti aftur inn í Daniel. Haukur tekur hann niður en Gísli kemur þessu út. Káramenn í nauðavörnina. Daniel er á fjær. Þetta er aukaspyrna á rangstað bara. Daniel virðist að hafa meitt sig þarna eitthvað. Við sjáum stöðu leikja hérna í annar deild karla eins og hún er núna en í öðrum leikjum en við erum ekkert vissir hvernig staðan er í öðrum leikjum. Það er erfitt að fá þessar upplýsingar beint í æð. Við vitum þó allavega að Víðir er 1-0 yfir á móti Ægi sem er náttúrulega mikilvægasti leikurinn fyrir Káramenn. Já. Og það er ekki gott. Við sjáum hérna fyrri hálfleikur er búinn þar. Það er komið hálfleikur þar. Nóg eftir hér allan í höllinni. Já. Einhver slatti í uppbót. Virðist vera, hvað maður að segja? Virðist vera einhver andleysi hérna í Kármennum. Þetta mark var skellur fyrir þá sko. Daniel pressar á, Börkur pressar á Daniel, brýtur að sér hana, já. Þetta er heimskulegt. Já, aðeins svo aggressiv. Vel spilað á haugunum. Haugur með pláss. Finnbói er inn að loka á honum. Boltinn fer í gegnum hópinn. Við þöguna hérna og endar út af. Til í fjórðaskoti á Haug sem fer ekki á markið. Já. Káramenn er að flýta sér að jafna fyrir lok fyrirháleiks.
Marteinn er ekki í takt við leikinn en Óskar gerir þetta gríðarlega vel. Matthías missi boltan hana. Sigurður líka. Finnbogi rennir sér í skringilega tæklingu. Marteinn kemur hann á matta. Óskar. Þetta er bara lélegt. Lélegt á Kármönnum. Stutta sendinga sem er að klúra hérna. Já. Börkur pressa Svein aftur. Daniel vinnur hann bara tvisvar hana. Marteinn einn. Reynir að finna eitthvað hlaup. Gengur ekki. Gísli bara ekki í takt við leikinn. Sendur hann beint á Óliver. Það kemur Óliver Þorkelsson. Óliver er búinn að sprækur. Já, hann er annar Óliver. Óliver Steinar. Daniel. Otto Tómas. Kármenn bara í eltingaleikina undir lok fyrri hálfleiks. Þetta lítur ekki vel út. Nei. Og það vantar mér að... Það getur margt gerst í seinni. Já, þetta er ekkert búið. Þetta er aldrei búið. Bolti fyrir Stjáni. Þetta Kristján. Komnir í 4 mínútur hérna í uppbót. Það hljóta að vera 4 eftir allavega. Já, kannski 2-3 ár. Það veit ekki. Benjamin. Kristján reynir að finna eitthvað hlaup. Sigurjón framlengir. Finnbogi nær hann ekki. Þá koma Haukar. Daði með pláss. Finnur Hauk. Svolítið opið. Finnbogi fer ekki í boltan held ég. Nei, þetta er bara markspyrna. Já. Þór. Skiptir yfir á Geðveikur bolti. Skiptir yfir á Matthías Daða. Matthías setur hann fyrir. Boltinn dettur fyrir. Þetta var góð sókn. Þetta skjóta þetta þannig. Matti ekki átt að skjóta þessu? Ég held það. Sjáum endursýninguna kannski eftir. Óskar. Og Matta. Mattin, já. Já, það svona. Út á Þór. Ekki með Þór Lorenz. Bolti fyrir. Og hár. Hann fer út af hana. Sjáum færiðina sem var á hann. Matthías ætlar að skjóta. Já. Börkur er galopinn annars. Þessi fer upp í fyrst. Hvað gerir hann þá? Hann bara er Kármenn. Þór. Boltan fyrir. Það er ekki margir að inni til að... Þeir eru mikið að reyna að finna Sigurjón Loga. Þetta sé síðasta mómentið í fyrri hálfleik. Gæti verið. Þór, boltan fyrir. Hvert eftir það? Óskar með vinstri. Új, hotn. Fyrir hotn aftur, já. Új, þetta var alveg skot. Vildi fá hendi þarna. Nei, baki segir hann. Gott skot. Þessi getur bara verið að leiðina á markið þarna. Já.
Bolti fyrir Benni með Mihits. Skalli, slána. Bjargaði hann á línu, fór hann í slána? Sigur Hrannar eldir hann. Kristján, erfið sendingu, Benni gerir vel. Óskar þarf að losa hann hana. Setur hann út af Þór. Erfið sending, en gerir vel. Kára menna hans að lifna. Benni út á Finnboga. Góð sending. Hvað gerir Finnbogi? Þetta Það var ekki rétt ákvörðunin. Nei, alls ekki. Daniel, hún opnast þetta fyrir Haukana. Ekki mark fyrir hálfleikinn. Með Tómas, mótið Benni með Mihits. Hvað gerir Benni? Lokar vel. Já, gríðarlega vel gert þarna. Það var mjög mikilvægt. Ára hálfleikur. Sjáum þetta aftur hérna. Hann bjargar hann á línu. Bjargar hann einhvern veginn í slána held ég. Ótrúlegt. Sjáum stöðuna hérna í komin hálfleikur. Sjá stöðuna í leikjunum eins og í hálfleik. Það við erum komin með einhverjar tölur. Sjáum hérna, Grótta 2-0 yfir á móti Þrótti Vogum. Staðan 1-0 hér fyrir Haugum í hálfleik og svo Víðir 1-0 yfir á móti Ægi, þannig að já, staðan núna þá eru KR-menn á leiðinni niður og Grótta að taka efsta sætið. Þrótti Vogum samt ennþá í öðru sæti af því að Ægismenn að tapa á móti Víði. Við segjum það gott hérna á bili úr fyrir hálfleikunum, komum svo aftur fljótlega með seinni hálfleikinn.
Herru, við erum komin aftur hérna með setni á Káramönnum, en það skiptir ekki máli í bili. Ægismenn eru að jafna á móti Víði. Þetta eru, já, gríðarlega mikilvægt fyrir þennan leik. Þetta er stórt. Ægismenn að jafna. Stórt. Þetta þýðir það í rauninni að Káramenn þurfa hvað? Káramenn þurfa bara jafntefli. Nei, þeir eru eins og staðan er núna þá. Við erum ekki alveg... Jú, þeir þurfa jafntefli. Þeir eru með svo lélega markatölu. Markatalan er alveg... Hún er alveg að fara með Káramenn. En það þýðir að þeir þurfa bara skora 1 mark. Ekki 2. Sem að það munar. Leiknir að komast yfir gegn Fjölni. Fjölnismenn. Markið hjá Haugum sem þeir skoruðu, það var Sigur Hrannar, Káramaðurinn sjálfur. Geggja markið á honum. Mjög vel gert. Engar skiptingar í hálfleik sýnst okkur. Það var skipting í fyrri hálfleik hjá Kármönnum. Marlon Hilman fór meiddur af velli, sneri ökla í skoti sem hann átti þarna. Og er tóknaður svona innan á öklanum. Já. Erum að fylgjast með framöndu mála í flestum leikjum sem við getum. Það er aðalega náttúrulega þessi Víðir Ægisleikur sem skiptir máli fyrir Káramenn. En seinni hálfleikur er farin af stað. Það smá geði ekki í þetta. Já, við þurfum að keyra þetta í gang, Káramenn. Sama Keflavík er komið yfir á móti Selfossi, það þýðir að Selfoss er í fallsæti eins og er. Þeir verða eiginlega að vinna Selfoss til að halda sér, sko. Já. Það getur marggjast. Nóg fótbolt eftir. Já. Ingast tekið á villum stað. Gefa dómarum prigg. Hreinn, búinn að dæma þetta vel. Já. Tómas nær þessum ekki. Kristján finnur Sýrunloga. Framlengir á engan. Daniel kemst inn í þetta. Sveinn sparkar burtu. Finnbogi fær brotið. Fær brotið þarna. Já. Það eru fleiri fréttir. Ægismenn eru komnir yfir á móti Víði. Þetta eru frábæra fréttir hérna fyrir Káramenn. Þá eru Víðismenn í fallsætinu, ekki Káramenn. Já. En það þýðir nú samt ekki að það er hægt að treysta á það. Það þarf að sýna betri frammistöðu hérna í seinni hálfleik hjá Kármönnum. Aðeins að gíra okkur í gang. Andri Oliver. Benjamin Miðs gerir það skemmtilega. Fyrir Tómas. Marteinn. Út á Mattias. Mattias Daði er ekki að ná að... Svo lengi á þessu. Já. Káramenn ekki fallsæti. Þessu staðan er akkurat núna. Það er nóg eftir. Kemur Oliver. Oliver er öskufljótur. Bolta fyrir hérna. Fannar Óli aðleit en hann er rangur.
Það einhverjar... Við erum nefnilega með víðisleikinn hérna til hliðar við okkur. Það einhverjar misvísandi uppsingar en það virðist þess að Víðir hafi... Var Víðir að skora? Frekar en Ægir. Sjáum við þetta, bolti fer í... Þetta ekki gott. Börkur hittir hann ekki. Börkur ekki tengdur leiknum með einhvern veginn. Tómas finnur Finnboga. Við munum komast að þessu. Mattias Staði. Skoti Daniel lokar á hann þar. Oliver gerir þetta frábærlega. Kjænsson og Gísla hana, en Marteinn tekur hann bara niður. Bara guldspjald. Já, verður að gera þetta. Fyrsta gula spjaldið í leiknum. Já. Martin Tedórsson komin í bókina. Já, virðist vera eins og Víðir sé 2-1 yfir móti Ægi, ekki sem að þýðir að Káramenn eru í fallsætinu. Já, það er staðfest 2-1 fyrir Víði. Þór finnur Mattias. Matti tekur hann með sér, en Tómas gerir þetta vel hana. Sveinn sparkar hann langt. En ég vinnur sigur hana í lottinu. Tómas á Óskar. Já, hana Börkur. Víðir komnir yfir eftir, það er viðbjóður. Finnbogi missir hann. Daði. Benni tekur hann, Benni með plás. Káramenn lítið skapa sér hér eftir færið hjá Marin og seinna færið. Já. Þegar hann meiddi sig. Boltan fyrir, það er enginn. Finnbogi nær honum samt. Börkur. Missa boltan hana. Daði gerir þetta vel. Daði er búinn að vera góður í dag. Já. Marteinn. Sótt á honum. Marteinn heldur boltanum einhvern veginn. Það er ekkert að þessu. Nei, bolti fyrir. Það er enginn. Enginn inn í. Það er enginn inn í teig. Við sjáum hérna. Staðan hún 2-2 í... 2-2 hjá... Í garðinum. Víðir 2, Ægir 2. Stöðutaflan ekki rétt þarna, en það er 2-2. Það er 2-2 núna. Bói skallar hann burtu. Fannar Óli kemst inn í það. Kemur Haukur. Haukur er... Finnbogi gerir þetta mjög vel. Staðan núna þá er Káramenn ennþá í fallsæti, þótt þessi jafntefli í hinum leiknum á markatölu. Hún er alltaf alva slögg. Já. Sjáum að varamenn Kára eru farnir að hita. Það er Mikael og sé ekki hver hérna seinni leikmaðurinn er. Hörðu. Gísli, Finnur Börk. Þetta er bara arfaslagt. Tómas. En áttur Kármennum með þessu boltan. Kármenn að rífa þennan á vellinum. Það búið aldrei gott. Nei. Óskar.
Langa bolta á engan í rauninni. Í þessu hlaupi. Boltin í hendur á Sveini í markinu. Sér hún í pressuna, Sveinn með langa bolta, það bara Benni sem hann tekur hann niður. Benni með búinn flottur í dag. Óskar. Hendi hérna, þetta hlýtur að vera hendi. Nei. Hvernig sá hann þetta ekki? Daniel skiptir yfir. Gísli vinnur hann. Þór með pláss. Leitar að hlaupi, Börkur, Marteinn. Finnbogi aðleið hinum einn. Ekki með Finnbogi Laxdal. Finnbogi gerir vel. Gert hjá Halli þarna. Orri fyrir stað. Finnur Tómas Óla. Nei, Fannar Óla sig. Góðu færi. Tómas Týr gerir þetta mjög vel. Vá! Mjög mikilvægt hana. Það hefur verið að spila á bekkinn eða eitthvað svoleiðis. Þeir voru ekki ánægðir með þetta. Frábær tækling hjá Tómas hana. Hann að gefa honum gult, já. Gult spjald á Andra Júliusson. Hann trúir þessu ekki. Þetta ekkit í fyrsta eða síðasta skipti sem hann fær gult spjald. Línuvörðurinn hefur kallað þetta í kerfið. Já. Leikurinn í gang. Daði. Hallur. Þetta á Andra. Andri með góðan bolta yfir. Bolti fyrir. Benni skallar í burtu. Daði nær honum. Sendur út á Oliver. Andri, Daði. Oliver reynir að skemmtilega sendingu en Kristján vakandi. Tómas. Benni út á Óskar. Matthías Daða og kemur Finnbogi Laxdal. Finnbogi með alvöru pláss. Menn í bóksinu, Finnbogi Laxdal með boltan. Setur hann út. Nei! Dauða færi þarna. En Daniel gerir þetta vel. Og koma haugarnir. Óskar bara brýtur á honum. Þetta aukaspyrna. Já. Sjáum þetta færi. Dauða færi. Finnbogi með mikið pláss. Það er engin afgerandi hlaup hana. Börkur var smá opinn hana úti. Rangstæða. Enn og aftur. Carmen taka þetta snöggt. Tómas. Finnur Börk, já. Börkur. Aftur á Tómas. Daði kemst inn í þetta, Marteinn. Marteinn. Vill fá brot, fær ekki neitt. Boltinn út af. Carmen aðeins að
sækja meira hérna. Óskar. Kárumenn halda boltanum bara. Haukar þéttir fyrir. Benni sér hlaupið. Þór Lorenz. Rangstæða. Þetta hérna. Já. Úlfur hliðalín að reyma. Festi sér í reimunum. Já. Hvað getur gerst? Andri. Finnur. Fannar. Sigur Hrannar í hlaupinu undir. Benni gerir þetta vel. Tómas. Sér hlaupið, Matthías Daði kominn í gegn. Já. Allt of þungt. Touch hana. Góð bolti. Góð bolti hjá Tómas var það ekki? Jú. Daði gerir þetta vel. Daniel. Benni vinnur hana. Óskar tekur seinni boltan. Marteinn með pláss. Setur Þór í hlaupið. Þór hlýtur hann á þessum. Nei, það er hann ekki. Sextíu mínútur búin á þessum leik. Nóg eftir. Daði setur hann upp í. Kárumenn eiga boltan. Sjáum að skipting. Kárumenn eru undirbúið skiptingu þarna. Tvöfalda skiptingu. Matti fer út af og Börkur. Sóknarskipting. Hver er að koma hann inn á? Jón Þór og Mikael. Mikael. Já, Jón Þór Finnbogason. Jón Þór, efnilegu leikmaður, láni frá ég. Hann er búinn að vera mikið meiddur í sumar. En það er gott fyrir hann tekur að hann í fyrsta. Þetta er hann vel. Mikael Hrafn sækir hornspyrnuna. Vel gert hann hjá Þór Lorenz. Þór komnir í 2-0 hann á móti Þrótt. Þróttur Reykjavík. Þróttur Reykjavík. Þeir eru efstir. Mikael Hrafn tekur þessa. Þór biður hann úti. Bolti fyrir. Þór Lorenz tekur hann í fyrsta. Skotið! Rétt svo framhjá. Gott skot. Sjá getur skotið. Þetta betur. Sjáum þetta skotina. Rétt svo framhjá. Utafótar. Sköflungurinn. Marteinn. Sigurjón og Tómas. Skringileg sending hana. Oliver með þetta sendingu. Þór pressar andra. Gerir það vel. Haukar eiga engastið. Fannar gerir vel. Tómas setur hann út af.
Andri vingastið. Gísli. Þór. Ekkert á þetta. Var ekkert á þetta. Nei. Óskar. Erfið sending hana. Sigur hann að gera vel. Wow. Óskar líka. Tegir síta. Færa smá hit í leikinn. Já. Takk í bakinu hana. Takk í bakið. Tómas. Áfram með leikinn, segi ég. Þór. Sendi ég inn yfir á Oliver en Gísli hann á undan. Þór. Aftur Gísla, eða Benni tekur hann. Þór. Kármenn halda honum. Óskar. Setur Finnbogi gegn. Finnbogi Laxdal með pláss. Tekur hann með sér. Finnbogi vinstri fótum. Út á Martein. Og potar hann hana. Oliver. Þór nær honum. Benni út á Finnboga. Marteinn gerir vel. Brotið á honum, já. Og bjarga sér. Benni reynir að taka það. Finnbogi vinnur hann. Sigurjón Logi á Finnboga. Finnbogi Laxdal að skora! Finnbogi Laxdal er að jafna leiki fyrir Káramenn. Hlaut að koma að því. Káramenn úr fallsæti. Þetta var vel gert menn að tekur þetta fljótt. Finnbogi vinnur hann hana. Ekki rangstæður, heldur línunum vel. Frábært skot hjá honum hana. Gríðarlega mikilvægt. Það er ekki að segja nóg oft. Sigurjón Logi vel gert. Frábærlega vel tekið á Finnboga Laxdal. Og hlýtur að lifna aðeins við stúkunni og Káramönnum. Þetta var gríðarlega mikilvægt. Sveinn með langa bolti gegn. Finnbogi allstaðar. Marteinn með plássið. Það er hans að opnast núna. Jón Þór fær hann. Missir hann. Brýtur á sér. Já. Ekki nokkuð gott. Við sjáum hérna báðir leikmenn sem að skora er að skora móti þessum gömlu félögum. Já. Það er ennþá 2-2 í leik Víðis og Ægis manna. Svona Kormákur Kvöt er 2-0 yfir móti Hætti Huginn. Gerir þarna brotið á Jón Þór. Jón Þór gerir vel. Daði segir sér í guldspjald. Jón Þór pressar þetta mjög vel. Daniel taka hann stutt en Jón Þór gerir þetta mjög vel. Káramenn eiga aukaspyrnu á hættulegum stað. Þór Lorenz að sjálfsögðu. Þór Lorenz. Ekki bara skotið það. Hann hefur alveg skotið lengra frá þetta. Já, já.
Þór Lorenz mundar vinstri fótinn. Já. Já, það er bara skotið. Sveinn með sína úr liði putta hana. Setur hann í horn. Þetta var allt í lagi. Á markið allavega. Þetta er góð spyrna, hann bara misreiknar þetta aðeins. Hann á hornið. Þór, boltan fyrir. Skallað Finnbogi. Anna horn. Kára-menn eru að sækja hart að marki Hauka. Já, þetta var bara frá því. Þór aftur, hinum einn. Þetta er fyrir út í teiginn. Benni skallar hann. Finnbogi. Boltið dettur inn í teig. Jón Þór út á Þór. Á hægri. Þetta er fyrir. Já! Finnbogi Laxdal! Kári 2! Let's go! Haukar 1! Kára-menn eru uppi. Kára-menn eru heldur betur uppi, maður. Kára-menn eru uppi. Eru lengst uppi. Finnbogi sneiðir hann af því fjær, maður. Sjáum þetta aftur. Jón Þór gerir vel, setur hann út á Þór. Þór tekur hann með hægri. Finnbogi sneiðir hann í fjærhóttið. Ótrúlega grimmur. Sjáum þetta betur hérna. Þetta er sjálfsmark. Þetta er sjálfsmark? Ég er nokkuð vissum að þetta geti hafa verið sjálfsmark. En það skiptir ekki máli, boltinn í netinu. Kári 2, Haukar 1. Let's go! Marteinn fer niður hana. Daði á gulu. Ekkert á þetta sem... Þór Lorenz með kloppan hana. Nær hann. Hallur gerir vel. Marteinn í staðinn upp. Núna skipta úrslitin úr öðrum leikjum engum máli. Nei. Kára-menn eru uppi. Marteinn liggur. Rífa hann bara upp. Sem halda fram. Gísli. Það er annað tækifæri. Sigurjón, hann ekki halda honum. Það er Ingi frammi á Haugum. Wow. Óskar. Hundur í skallanum burtu. Marteinn, hann er ekki að taka niður. Slögsendingu Daða hana. Sigurjón, Mikael Hrafn. Marteinn. Mikael finnur Tómas. Tómas missir hann hana. Mikael vinnur hann. Gert hjá Mikael. Finnbogi Laxdal. Brot, eitthvað svona. Nei. Innkast. Bara innkast. Finnbogi. Marteinn. Sigurjón gest inn í þarna. Óskar. Mikael skallar hann. Jón Þór. Hann fyrir aftan Gísla þarna. Það er niður á Kristján. 9 mínútur eftir úr leik Víðismanna og Ægismanna. En þá 20 þar.
Finnbogi keyrir inn á völlinn. Finnbogi leitar að þrennunni. Finnbogi fyrir utan á Daniel, hvað er þetta? Ekki neitt. Ekkert á þetta, vel gert hjá Daniel er búinn að vera mjög góð í dag. Já. Andri. Það er langan. Þannig hoppar hann upp í en Óskar gerir vel. Finnbogi skýtur með bálöfum með kundin hana. Koma Haukar, Andri út á Oliver. Fyrir utan á Gísla, Gísli gerir þetta vel. Boltið þetta fyrir Daða. Daði í skotið, Benni fyrir. Þór. Reyna að finna Jón Þór. Það er bara Hallur. Alla leið niður á Svein. Finnbogi missir hann hana. Óskar Vasilevski mættu bara sækja markspyrnuna. Kristján er gríðarlega ánægður með þetta. Þá er tvöföld skipting hjá gestunum. Sjáum hérna Guðjón Pétur Lýðsson að koma inn á. Guðjón Pétur Lýðsson að koma inn á. 38 ára gæði. Líklegast síðasti leikurinn hans. Já, líklega. Líklega, sko. Alvöru leikmaður. Já. Yfir 500 leikir á Íslandi. Yfir 100 mörk. Yfir 100 mörk. 2 Íslandsmeistaratitlar. 2 bikarmeistaratitlar. 2 bikarmeistaratitlar. Sænskur meistari. Sænskur bikarmeistari. Já, sæll. Það er tölfræði. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig hann mun standa sig hér í þetta síðasta korter. Slottar hann með hana. Kristján, sparkar hann langt. Guðjón Pétur vinnur hennan. Dreikaspilna. Já. Sigur hannar, brýtur á Gísla hana. HK komið í 4-0 á móti Völsungi. Benni með langur bolta en Andri vinnur hennan. Og Þór tekur hann niður. Gerir þetta skemmtilega. Hann er ekki að halda boltanum samt. Já, brýtur bara á Daðana. Þetta var rétt. Keflavík er komið í þetta umspilsæti á markatölu á kostnað ÍR-inga sem eftir fyrri umferðan voru þeir ekki á topp. Jú, þeir og Njarðvík voru efstir bara ótrúlega lengi. Vel gert hjá Jón Þór. Jóni Þór 5 på sinni hana. Bolti fór ekki út af. Fór í hotfannan hana. En þeir tóku eins og marga í glugganum að það er svona riðlega aðeins í sögðu gárungarnir allavega að vera að tala um það. Benni missir hann Sigurður. Þetta er Fannar. Orri snöggur hana út á Guðjón Pétur. Guðjón Pétur með bolta fyrir. Jón Þór sparkar hann langt. Sigurðan Logi eldir. Sveinn sparkar hann upp. Sigurðan með þessi hana. Kastar boltanum í andlitið á honum.
Já, það eru rúmlega korter eftir þessum leik með uppbótartímanum. Jón Þór út á Þór. Benni finnur Finnboga. Það er ekki aðeins svo hár hana. Svo hátt. Sjáum uppfæra stöðu hérna. Gróta 2-0 á móti Þrótti Vogum. KFG 2-1 á móti KFA. Svo Víðir Ægir 2-2. Og Kormákur Hvöt að vinna 2-0 á móti Höttur Huginn. Þór, Mikael, Sýrún Logi. Gerir vel. Finnur Jón Þór út á Þór Lorentz. Nei! Missir hann hana. Marteinn. Erfitt skot en maður gerir að reyna. Sjáum hérna stöðuna í deildinni eins og hún akkurat núna. Káramenn eru hérna yfir. Eru ekki fallandi lengur. Þór, gert hjá Þór. Sýrún. Það er hann aftur. Já, dæmir brot hana á Sýrún. Lorentz. Óskar. Daniel skallar hann burtu. Guðjón Pétur. Oliver. Finnbogi vinnur hennan. Segur út af. Venjulegur leiktími í garðinum er að vera búinn. Staðan er þó 2-2 þar. Skiptir rauninni ekki máli eins og staðan er núna. Það sem að Káramenn er að vinna þennan leik. Baltasar. Út á Fannar. Benjamin með hits. Gerir þetta vel. Ekki brot. Fannar. Boltan fyrir. Tómas skallar hann burtu. Benni á Þór. Þór reynir á mikið hana. Andri, bolta fyrir. Kristján grípur hann. Gerir vel. Kristján Hjörvar. Gríðarlega vel gert hana. Kristján sparkar upp í. Já. Gísli brýtur af sér og sparkar boltanum í burtu. Það er gult spjald fyrir það. Hann segist ekki að hafa heyrt í flautinu. Taka þetta stutt. Hann taka þetta aftur, dómar hann ekki klár. Guðjón Pétur Lýðsson tekur þessa augnstunu. Bolti fyrir. Boltin dettur inn í teig. Huggar haldunum. Oliver út á. Kristján grípur hann. Kastar langt hann á. Sigurjón Loga.
Síðan skallar hann á Mikael. Jón Þór kominn eitt í gegn. Jón Þór nær hann ekki. Sveinn út á andra. Baltasar gerir þetta vel. Daði út á Fannar. Benjamin Mehic, þetta brot. Þetta bara vel gert hjá Benna. Gríðarlega vel gert hjá Benna. Skiptingar hjá. Þreföld skipting hjá gestunum. Það Tómas, Oliver og Sigurður Hrannar, markskorar Hauka í dag. Varavelli. Það Ævar Daði Segata sem kemur inn á. Alexander Árni Alves Danielsson og Arnar Bjarki Björgvinsson. Já. Sigurður Logi. Já, 5 mínútur eftir að venjulega leiktíma hérna í Akranes-höllinni. Leikur Víðis og Ægis ennþá í gangi. Sann komur 4 mínútur í upptíma þar. Já. Finnbogi með innkastið. Mikael með boltan. Setur hann yfir á Þór. Vel gert hjá Mikael og Andri kemst inn í þetta. Gísli sparkaði í hana. Hvað? Já. Ég held að hann var þetta með aukaspyrnu, nei? Jú, hann dæmdi aukaspyrnu. Gísli á gulu spjaldi. Guðjón Pétur. Finna Fannar. Óskar skallar hann og það Ævar. Hvað er þetta enda boltinn? Já, Kristjáni í markinu. Benni getur ekki meir. Skipting hjá Kármönnum. Finnst það að vera Benedikt Ísar og Kristján Mar, eða ekki? Kristján Mar. Er það ekki komið inn á hana? Jú. Sigurður Logi. Og Benjamin Mehic fara velli. Krissi Kötts að koma inn. Fer í vinstri hafsendinn. Já. Sjáum hérna Ægismenn. Vá, Ægismenn eru komnir 3-2 yfir á móti Víði. Og eru þá á leiðinu upp í lengjudeild. Frábært mark. Geðveikt mark. Og eru henni Káramenn slopnir. Fyrir fullt og allt. Þá það Þróttur Vogum sem situr eftir. Það hannig.
Síðasta mínúta af venjulegs leikstíma hérna. Andri. Boltan fyrir. Kvartett, boltinn, Daði. Skotið. Kristján verið þetta. Kristján. Á Benedikt. Þór. Vill fá hendi hana, ekkert á það. Sveinn. Óskar gerir vel. Já, Hilmar, ég held að það sé auðvelt að velja mannleiksins í dag, eða ekki? Jú, Finnbogi. Ég held að það sé bara Finnbogi Lægstall Aðalgeirsson sem fær þar heiðurinn í síðasta leiknum í deildinni í sumar. Hann er búinn að vera flottur líka fyrir utan þessi mörk, sko. Já, algjörlega. Slögg sending út af. Það er eitthvað lítið eftir. Sjáum að Káramenn eru í rauninni komnir upp í sko 9. sæti. Já. Það sem að KFG gerir jafntefli við KFA. Leik lokið þar. Þá eru Káramenn bara sigla leiklegan sjó í 9. sætinu. Já. Þetta er stórt. Það er stutt á milli. Stórt, þetta leit ekki vel út í hálfleik. Nei. Það hefur verið góð ræða í hálfleik. Já. Skila sínu. Sveinn. Finnbogi. Gerir vel. Það er með sendingur fyrir. Gísli skallar í burtu. Benedikt framlengir. Guðjón Pétur út á Andra. Fær hann aftur. Kristján gerir vel. Fær aukaspyrnu. Nei, bara markspyrna. Ekki sjáttur. Kristján ætlar að hjóla í hann. Kristján róar hann niður. Spurning hvað hann bæti við miklu við hérna. Kristján. Gísli vinnur hann. Benedikt framleggir. Þessi það niður. Lítið eftir. Káramenn er að halda sér í annar deild, þetta er gríðarlega mikilvægt. Pétur Lýðsson og Lorenz að rífast á miðjunni. Þetta er stórt. Tómas brýtur af sér. Þetta er með þeim síðustu tækifærunum sem að Haukar munu fá til þess að jafna leikinn. Kemur hugspunnan. Guðjón Pétur í sínum síðasta leik, líklega. Bolti fyrir, Gísli skallar í burtu. Ekki spilna. Nei. Daniel nær að skalla hann, en boltinn á Kristjáni. Það hlýtur að vera búið bara. Lítið eftir, dómarinn byrjaði að telja. Kristján kastar hann bara. Daði vinnur hann. Boltinn endur á Benedikt. Kristján gerir þetta vel. Farðu drengur. Brotið á honum, hlýtur að vera. Nei. Ok. Benedikt gerir þetta vel. 4 mínútur komnar yfir venjuleik tíma.
Guðjón Pétur. Bolti fyrir, beint í hendurinn á Kristjáni. Þetta hlýtur að búið, dómari. Kristján sparkar langt. Hallur, Guðjón. Þetta hlýtur að búið. Óskar. Boltinn dettur fyrir Daða. Daði vippar honum hana. Rangstæða. Hlýtur hann að flauta þetta af eða hvað? Leiklokið! Káramenn halda sér í annarra deild. Hvílíkur leikur, glæsilegt. En við erum ekki búnir. Örn Arnarsson ætlar að vera með eitthvað viðtöl hérna eftir leik. Fá viðbröðin hjá leikmönnum og þjálfurunum okkur svola. Við þökkum bara fyrir okkur í sumar allan með Káramönnum. Þetta var vonbrigðasumar, við getum sagt það. Já. En þetta hafðist að lokum að halda sér, gera betur á næsta ári. Okkur var spáð 3. sætinu. Já, þetta var fyrst að við komum upp í fyrra, við komum upp núna. Já. Þannig að þetta er nú bara fínt. Sjá mörkin, Sigurður Hrannar. Sigurður Hrannar skoraði. Svo var það Finnbogi Laxdal sem að minnkaði munin. Frábæri sókn. Og svo var það Finnbogi Laxdal sem að kom Káramönnum yfir. Frábært mark. Góð kross hjá Lorenz. Við segjum þetta gott hérna úr stúkunni í bili. Við bíðum eftir að Örn Arnarsson fái ykkur til sín í viðtal. Hann er að leita ykkur hana, ég veit ekki alveg. Hann er Marinó. Alltaf Marinó. Við þakkum bara fyrir okkur. Auðun og Hilmar að lýsa. Snorri á tölvunni og Arnar Óðinn á myndavélinni. IFTV þakka fyrir sig og sendi boltan yfir á Örn Arnarsson. Já, ég er komin hérna með Andra Júlíusson þjálfara. Segðu mér Andri, hvernig líður akkurat núna? Náum að halda okkur uppi samt farið svona fjallabaksleiðin eins og vanalega? Já, ég held bara að við hafum áttað okkur á því í sumar að þessi deildir erfiðari heldur en við héldum. Það gekk vel í vetur og þessum 2 bikarleikjum sem við búum að tala endalaust í sumar að við erum, við getum peppað okkur í þessa leiki en svo er bara þessi deild, þetta er bara hörkudeild, góð deild en gríðarlega stoltur af strákunum að vera yngsta liðið og hafa mesta possessionið, minnsta budgetið í þessari deild og ég held að ég getur bara verið stoltur af því. Sko nú var Káraliðinu spáð mjög góðu gengi í þessari deild en auðvitað reyndin varð allt önnur. Við endum reyndar í 9. sæti en á tímabili leit þetta ekki rosalega vel út. Ég meina svona miðað við hvernig deildin hafði spilast og úr stöðunni sem var komin upp, er þetta ekki bara dálítið léttir fyrir Káramenn? Jú, klárlega. Við vorum meira þess að drullu stressaði bara í hálfleik. Þetta bara leit ekkert vel út fyrir okkur í hálfleik. Við vorum undir og Víði var yfir, þannig að við en einhvern veginn að þá er bara þessi Kára karakter sem að hann kom í gegn í dag. Já. Og þú veist ekki bara í dag heldur í mörgum leikjum sem að við komum tilbaka og við önduðum bara rólega í hálfleik og vissum þetta kæmi og þetta kom. Ætlar að segja mér Andri að þú hafi verið rólegur í hálfleik. Ég sé fyrir mér einhverja svona hárþurrku á einhverju nýju leveli í hálfleik. Af því að liðið virtist þurfa pínu svona að láta sjokkera sig í gang. Var það ekki taktíkin sem var notuð í hálfleik hjá ykkur? Nei, alls ekki. Ég er ekki að ljúga þér þegar ég segi að ég hef verið rólegur af því að sko við fengum færi í fyrir hálfleik og við eins og bara mjög mörgum leikjum í sumar þá erum við miklu betri í fyrir hálfleik en fáum okkur mörk og þurfum að koma tilbaka í mörgum leikjum sem að við erum bara góðir í og óþarfa mikið stress en hafðist að lokum. En það er kannski fullt snemmt svona þegar það er nýbúið að flauta í rauninni tímabilið af en hvaða svona lærdóma
getið þið dregið, og þessi hópur, vonandi verður svipaður hópur á næsta ári, reynslunni ríkari, hvaða lærdóma svona helst getum við dregið af og til þess að stíga skref upp töfluna á næsta ári? Já, bara brjálæðislega mikill lærdómur. Við töluðum einmitt það bara í alla vikuna við þjálfararnir, ég, Alexander og Aron, að lærdómurinn að okkur miklu meiri heldur en strákana. Þeir bara að koma og spila sína leiki og hafa gaman á því stundum og stundum ekki og lærdómurinn okkur bara ómetanlegur, sko. Og ég líka sko bara fyrir þetta starf og ég hef nú oft talað það bæði í útsendingum og annars staðar að þetta Káralið skiptir ekki bara máli fyrir Kára, þetta skiptir þetta bara fyrir fótboltabæinn Akranes og fyrir knattspyrnufélag IA einnig, þetta samstarf. Hversu miklu máli skiptir að Kári sé í annarri deild en ekki þriðju deild? Öllu, það skiptir bara öllu máli að þessi strákar sem eru, ég veit ekki hvað við endum leikinn í dag með 6 annarflokksstráka og það bara, þetta plattformi fyrir þá að sýna sig og sanna sig og gera sig fyrir tilbúna í meistaraflokksbolta. Við erum búin að berjast við því í mörg ár við Svenni og Aron og allir strákarnir að þetta skiptir bara ógeðslega miklu máli að geta gert á fyrir tilbúna og að Akranes fylgist með þeim, verðlaunin fyrir að standa sig vel hér bara næsti klefi, skilur, það bara meistaraflokkur IA og það bara bilað skemmtilegt. Já, það verður löng bið núna, nú kemur veturinn og við þurfum að bíða heilengi eftir næsta Káraleik, en bara takk kærlega fyrir sumarið og gangi ykkur vel að undirbúa ykkur fyrir næsta tímabil. Við bíðum spenntir. Takk fyrir það. Eitt áður að annar flokkurinn hjá okkur, þannig að spila bikarúrslitaleik á 50-daginn út á Vívaldi-vellinum, þannig að við skorum á alla til að mæta þangað. Tökum undir það. Yes, takk hérlega fyrir, Andri. Herðu, og ég held að við förum bara að segja þetta gott hérna úr Akraneshöll bara þetta sumarið. Örn Arnarsson heiti ég og ég þakka öllum sem stóðu að þessari útsendingu og Hilmar og Auðningi sem lýstu leiknum frábærlega. Þeir voru búin að þakka Arnari og Snorra einnig fyrir, en bara ykkur áhorfendur góðir. Takk hérlega fyrir samfylgdina í sumar og svo bara önnur deildin aftur á næsta ári. Takk fyrir.